Sælt verið fólkið og velkomin með mér í Glettur á þeim herrans-degi 14. janúar 2014. Og hvert haldið þið að við séum nú komin? Þetta er Skógargerði, eiginlega ættarjörðin mín í móðurættina og hér var í sveit í gamla daga sumar eftir sumar og á hérna því mörg sporin. Ég ætla að segja ykkur nokkrar sögur úr sveitinni í dag, svona í tilefni dagsins. Hvar á ég að sofa, segir prestur, hvar á ég að sofa, segir prestur. Út í hlöðu, segir prestins kona, út í hlöðu, segir prestins kona. Flær og lísar bíta mig, segir prestur, flær og lísar bíta mig, segir prestur. Bítur aftur góðurinn minn, segir prestins kona. Nú, ég hafði gaman af sveitadvölinni. Það kom reyndar óyndi í mig annars slagið, ekkert óeðlilegt. En eftir á að hyggja, þá hefði ég ekki viljað missa af þessum árum hérna í Skógargerði. Nú, ég man oft eftir því þegar maður var hérna út á túni að raka saman, jafnvel að reyna að sljá með orf og ljá. Þá beið ég oft eftir því og mér var oft lítið upp á hólinn. Þá beið ég eftir henni ömmu minni sem kom alltaf niður á hól og kallaði: "Það er kominn matur" eða "Það er komið kaffi". Þá varð ég oft hvíldinni fegin og rölti heim. Nú, þau afi og amma eignuðust 13 börn sem öll komust til fullorðins ára. Nú, eftir að þau voru orðin lúin og þreytt, þá tók víkingur sonur þeirra við búinni hérna í Skógargerði. Hann er látin og nú er það hans börn sem yrkja jörðina. Já, hann blæs nú örlítið hérna núna. Það er svona gott að vera vel búinn og það má eiginlega rigna eldi og brennisteini mín vegna. Og með þessa fínu húfu frá konunni minni. Og svo er ég með vettlinga sem hún amma minn í Skógargerði gerði. Hún er að vísu dáin fyrir nokkrum áratugum en við erum alltaf í góðu sambandi. Og svo er ég í úlpu sem að afkomendur ömmusystin minnar í Kanada söfnuðu saman í, tíndu saman gæsafjarðir, gæsadún réttara sagt, og náði í heila úlpu sem ég síðan komin í og hún heldur á mér hita. Já, þetta er gamli villisjeppinn í Skógargerði. Hann fer ekki langt eins og hann er í dag. En hann var búinn að duga vel ár eftir ár, sennilega einhverja áratugi. Og hann var notaður í allt. Það var sett slátturvél undir hann á sumrin, hann sló öll túnin. Nú síðan var hann notaður til þess að draga heyinn saman, hann var notaður til þess að draga rakstrarvélina og áfram mætti telja. Nú svo ef að menn þurfti að bregða sér á bæ, til dæmis á ballinn á Rauðalæk eða á hátíð í Allavík, þá var slátturgreiðan bara tekin af og þurrkað mesta rykið innan úr honum og menn fóru í sparifötin og héldu til veislu. Og þetta átti líka við þegar þurfti að bregða sér til messu í Ási. Nú þegar ég fór austur í sveitina í gamla daga, þá fór ég oftast með honum Fúsa á Austfjarðarrútunni, fullu nafni hét hann Sigfús Kristinsson. Nú það kom líka fyrir að ég fékk að fara með flugi og þá lenti vélinn á Egilsstaðanesinu, nánast í túnfætinum hjá Egilsstaðabændum. Nú í þá daga var áætlunarflug milli Akureyrar og Egilsstaða en því miður hefur það verið lagt af. Nú í dag er komin miklu stærri flugvöllur á Egilsstaðanesið, alþjóðlegur flugvöllur og Gunnar Jónsson, núverandi bóndi á Egilsstöðum, er jafnframt formaður bæjarráðs Fljótsdalshéraðs en það er náttúrulega stærsta sveitarfélag landsins. Þetta land var upphaflega tekið eignanámi. Þá er þetta land í eigu afa míns Sveins Jónssonar og þá Jóns Egils og Ingimar Sveinssonar sem bjuggu hér með honum. En tekið frá Egilsstaðabúinu einhver síður? Já, frá Egilsstaðajörðinni, já, mikil lifandi sósköp. Þetta eru raun og veru besta ræktunarlandið af jörðinni. Þetta er flatt og frjósamt land og þurrt land. Það er og engin tilviljun að hér hentar vel að byggja flugvöll. Þetta liggur þannig líka. En enga síður þetta var gott ræktunarland.
En Egilsstaðir hafa aldirnar verið í þjóðbraut, má segja. Man ég það rétt að fyrsta farþegavélin sem kom hingað hafi lent á fljótin og komið upp í víkina við Egilsstaðabæinn þar sem að gamli Lægðarfljótsormurinn lagðist forðum. Já. Já, hvort var nú fyrsta vél, ég þori nú, þetta allt saman fyrir mína tíð, ég svo ungur sko, en Katalínurnar lentu á fljótinu, það alveg hárrétt og þær voru afgreiddar frá fljótshúsinu og ég oft spurður þá, ég hef áður sagt það við þig, að þetta fyrsta flugstöð á Austurlandi. Ég geri það nú með svolítið glotti. Hún stendur enn? Já, þetta merkilegt hús. En tímarnir hafa breyst, nú það Fokkerar sem að lenda hér á nýja flugvellinum. Þetta líka varaflugvöllur fyrir millilandaflugið. Það raun skylt að hafa tilbúin varaflugvöll sem að getur tekið við vélum sem ekki geta lent í Keflavík. Mætti ekki hugsa sér að það væri þjóðhagslega hagkvæmt að nýta þennan flugvöll meira, fá meira millilandaflug hérna inn? Jú, tvímælalaust það í mínum huga og að það sé bara afgerandi að opna þessa gátt hér á Austurlandi. Það má segja að Keflavíkurflugvöllur, hann offsetinn í dag og það verið að tala þar tugmilljóna eða milljarða fjárfestingar til þess að hann geti tekið við meiri umferð en á sama tíma þetta mannvirki hér vannnýtt og við þurfum jú að koma þessum túristum inn í landið og í mínum huga það alveg sama hvar þeir koma inn í landið. Þeir geta alveg byrja hringinn hér, það fara vel flestir hringinn og það meira að ég get ekki heyrt annað en að ferðaþjónustu aðilar og náttúruverndarsamtök og annað eru farin að kvarta undan átráðningi á þessa mest sóttu ferðamannastaði á suðvesturhorninu. Og þá þetta nauðsynlegt að opna þetta og það má líka geta þess að sem náttúrulega augljóst að það mun styttri flugleið milli Evrópu, Mið-Evrópu og Egilsstaða heldur en yfir á Keflavík. Og það var ekkert óeðlilegt að til dæmis lág fargjalda flugfélög notuðu þennan kost og ég ítreka það að þetta væri mjög mikið mál fyrir ekki bara Austurland og ekki bara héraðið, þetta stór mál fyrir allt Ísland að auka umferðina hérinn. Þá færðu þau rök fyrir því að leið mætti spara stórframkvæmdir í Keflavík, það mætti spara framkvæmdir við að létta álagi á þessa vinsælustu ferðamannastaði fyrir sunnan og dreifa raun og veru álaginu á landið. Já, það ekkert flóknara það í mínum huga. En þessi flugvöllur opinn, það geta allir flogið hingað sem að það vilja, en kannski þarf að markasetja þetta betur og gera flugfélögunum grein fyrir því, þessum aðilum sem fljúga til landsins, þessum möguleikum. Og ég óttast það ekkert að samfélagið hér geti ekki tekið á móti þessar umferð. Þetta dreifist tiltölulega fljótt og hér heilmikið að sjá, ekkert síður en annars staðar á landinu og þetta væri hið besta mál. Og flugstöðin tilbúin, flugvöllurinn tilbúin til að taka við stærstu þotum, hérna líka aðstæða til að taka við farþegunum. Þið getið sem sagt við erlendu flugfélögin, hér eru Egilsstaðir, gjörðu svo vel. Já, það ekkert flóknar en það. Hvað þyrfti kannski að gera? Þyrfti að búa til einhverja gulrót? Þetta nú kannski erfitt að svara þessu, hvað þarf til? Ég held að þurfi nú kannski fyrst og síðast svolítið hugarfarsbreytingu. En bæjarráð Fljótsdalshéraðs hefur rætt þetta við sitjandi samgönguráðherra og gert henni grein fyrir þessu og rætt þessi mál og hún tók þessu afskaplega vel og virtist jákvæð í því að reyna að stuðla að þessu. Hvaða leiðir eru síðan færar? Ég held að það sé fyrst og síðast kynning og aftur kynning á þessu möguleika að það séu fleiri gáttir inn í landið færar. Mætti kannski stjórnvöld til að byrja með meðan þetta að komast á, bjóða lægri lendingagjöld hér heldur en gerist síðra?
Já, því ekki það. Mér finnst það ekkert óeðlilegt að gera það til þess að létta á og dreifa þessu og fá betri nýtingu á mannvirki sem slíkt og þetta gert í nágrannalöndum okkar. Mér sagt að það séu ódýrari lendingagjöld á þessum flugvöllum til dæmis í kringum London heldur en akkurat á Heathrow og þannig mætti telja með fleiri borgir í Evrópu, hér rétt við hliðina á okkur. Gunnar, ég vona að eitthvað takist að ná tappanum úr og hér streymi inn flugvélar erlendis frá gangi ykkur vel. Já, ég þakka þér fyrir það og ég efast ekki að það verður, það bara spurning hvenar. Í síðasta þætti dustaði ég rykið af gömlum upptökum sem ég fann í kistu handræðanum þar sem Hákon heitinn Aðalsteins og Einar Karl Haraldsson sögðu sögur af Austurlandi. Þær gerðu lukku hafa margir haft samband og spurt hvort við lögumum ekki á fleiri slíkum. Tilsvörin hjá þeim hér á héraði hafa náttúrulega oft verið eftirminnileg og komið mörgum í gott skap. Eins og til dæmis maðurinn sem fór ríðandi hér út í Tungu. Það vetrarlagi. Og hann sagði svo frá, þegar ég var komin hér næri því út á Hátungu, þá misti ég hestinn ofan í pitt og ég var meira en klukkutíma ná honum upp. Og það get ég sagt okkur, ég þekki hestinn ekki fyrir sama mann síðan. Já, það til Eiríkinn. Ég held ég sé ekki gera hann einu neitt og ég láta hann fjúka með. Það var þannig að einhvern tíman haustlagi þá vantaði hann góða á. Það hafði farið á fjall. Það voru eins og aðra kindur og ekki skilaði sér. Og nágranninn spurði hann hvort hann hefði ekki áhyggjur af rollunni. Og nei, sagði Eiríkur, hún kemur smá saman. Þegar ég var á leiðinni í sveitina hérna í gamla daga og eins þegar ég fór heim aftur, þá fékk ég stundum að staldra við í Kaupstað sem sé á Egilsstöðum. Nú, þetta eru nokkrir áratugir síðan, þetta hefur verið svona í kringum 1955 og þá voru aðeins komin hérna örfá hús. Það ótrúlegt hvað Egilsstaðir hafa stækkað á stuttum tíma. Það voru hérna 3-4 íbúðarhús, sjúkraskýlið, það var búnaðarbankinn og símstöðin og svo náttúrulega kaupfélagshúsið, kaupfélagshéraðsbúa. Nú, í kaupfélaginu fékkst það sem að fólk vantaði. Það sagði í það minnsta Hákon Aðalsteinsson og ekki fór Hákon með ósannindi. Mannlíf á héraði í dag að mörgu leyti mjög gott en það orðið allt öðruvísi en það var. Vegna þess að það komin meiri hraði, það komin meiri kröfur. Áður fyrr, þá var ein verslun hér og það var kaupfélagið. Og þá versluðu allir í kaupfélaginu. Og það sem menn vantaði, það fékkst í kaupfélaginu. Það sem ekki var til í kaupfélaginu, það vantaði menn ekki. Eftir einföldu ástæði vissu ekki að það var til. Þess vegna undu allir vel við sitt. Og þetta þarna tel ég að sé hafið eiginlega brugðið tölvöld mikið til hins verra. Því að nú erum við farnir að kaupa og telja nauðsynlega hluti sem hafa ekkert við að gera. Hvernig að vinna í svona búð eins og þessari? Mikið að vera hér allan daginn? Nei, ekki núna eins og Þetta er dauðasti tími ársins. Janúar, febrúar. Hvað stendur að því? Með þeim virðast ekki fyrir að versla nema aðra mánuði ársins. Eiginlega. Þetta þá svona eins og samkomustaður í sveitinni? Hittast menn hér? Hittumst í kaupfélaginu, já. Hvað fólkið að ræða? Já, það nú örugglega misjafnt. Búskap sjálfsagt og svona. Þið þá ekki eins og fréttamiðlar? Fréttið ekki allt sem að gerast? Jú, já. Náttúrulega ef eitthvað merkilegt skeður, þá erum við búin að frétta það strax. Síðan tóku sér saman nokkuð menn sem ungir og upprennandi menn og byggðu á einum stað á ásnum, Gálgásnum og það var kallað Kútakverfi. Og það var út af því að þeir komu með sína kúta með sér, lögðu í þá og voru þá með ölgerðar tækni hver úr sinni sveit. Og þannig að þarna var oft glatt á hjalla,
þeim voru veitulir, góðir heima að sækja og þótti gaman að koma í heimsókn til þeirra. Húsmæðurnar voru, og eiginkona voru reiðar yfir þessu og kölluðu þetta, sagði þetta væri bara til skammar fyrir staðinn. En kútakverðismenn hefndu sín á þeim og kölluðu hérna götuna Kjaftamýrustræti og presturinn söng glattir og gálgás og gróa á hverjum bás. Þegar ég hugsa þetta er frekar bætt hjónaböndin heldur nýtt, eins og samber vísa sem var oft á þessum tíma. Körg er oft við karlinn sinn, konan þó að fáum síni, aldrei nein ást ég finn þó eftir henni stöðugt rýni. Margir girnastu konu kinn, klækirni þó af þeim skíni. Hún er eins og hákarlinn, hún er góð með brennivín. Þungan taktinn, tíminn víslær og tárin sem ég runnu í gær eru orðin ský, aftur og enn á ný, núna kem. Lofa aldrei að gleyma öllu því sem að þú kenndir mér. Oft er hugurinn heima og hjartað slær. Lofa aldrei að gleyma öllu því sem að þú kenndir mér. Oft er hugurinn heima og hjartað mitt slær með þér. Þessi fjárhús, eða réttara sagt tóftir sem við sjáum hérna fyrir aftan mig, þarna voru reisuleg fjárhús á sínum tíma, kölluð leyningshús, og þarna var afi með sitt fé og þarna lést hann við gegningar kominn á níræðisaldur. Nú, ég man eftir því, við vorum oft hérna á túnunum við heyskap. Afi hafiði svolítið gamla lagið á þessu, sérstaklega þegar hann sló hana alla með orfi og ljá og síðan þurrkuðum við með því að raka saman í flekki og garða. Nú, þetta eru kannski vinnubröð sem eru horfin núna og ég minnist þess að það var margt spjallað við heyskapinn. Til dæmis þegar mamma var með, þá áttu þau til, hún og afi, að taka rimmur bókmenntir. Afi var ekkert sérlega hrifinn af Halldóri Kiljan Laxness og oft tókust þau á mækinin Nóbels skáldið okkar. Ég man til dæmis að afi var sérstaklega ósáttur við Gerplu. Maðurinn kann varla skrifa íslensku, sagði afi. Mamma var hins vegar hrifin af Kiljan og reyndi að verja Nóbelsskáldið og sagði við föður sinn: en pabbi, þú last nú þó Gerplu. Já, Hulda mín, ég gerði það. En það get ég sagt þér að þegar ég var búinn að lesa hverja blaðsíðu, þá reif ég hann úr bókinni og hendi í eldinn. Svona voru þeir gamlu mennirnir. En þessi vinnubröð, heyskapurinn eins og var stundaður í þá daga, það sést alla lengur. Það var því gaman að hitta gamlan bónda ofan af Jökuldal sem var að kenna yngri kynslóðinni verkin, hvernig á að fara að og hvernig var farið að við að heyja í gamla daga. Seg mér hvað indælla auga þitt leit, íslenska kvöldin í fallegri sveit. Kvöldblíðan lognar að kyssir hvern reit, komið sumar og fögur sveit. Sól að kveðja við bláfjallabrún, brosa við aftanskinn fagur græn tún. Seg mér hvað indælla auga þitt leit, íslenska kvöldin í fallegri sveit. Seg mér hvað indælla auga þitt leit, íslenska kvöldin í fallegri sveit. Nú, hérna sunnan undir Skógargerðisbænum
myndarlegur trjágarður og þetta voru í raun einu trén sem voru hérna í Skógargerði í gamla daga þegar ég var í sveitinni. Nú afi hafði hins vegar alla tíð þann draum að rækta skóg og sömuleiðis víkingur sem tók við jörðinni á honum. Nú svo þegar að héraðsskógar komu til þá var ákveðið að leggja jörðina undir skógrækt. Og nú komin hér myndarlegu skógur á það bil þriðjungi jarðarinnar. Gróðursetning trjáplantna stendur nú sem hæst víða land. Tveir af afkastamestu gróðursetningamönnum landsins búa austur á Héraði. Nýverið fengu þeir viðurkenningu frá Héraðsskógum fyrir öflugt starf í þágu skógræktar. Bræðurnir Gísli Skógar og Sigfús Ingi Víkingssynir hafa verið afkastamiklir í gróðursetningu trjáplantna undanfarin ár. Af þeim 13 milljónum trjáplantna sem gróðursettar hafa verið á vegum Héraðsskóga hafa þeir gróðursett 1 milljón plantna. Þeir fengu að launum við þennan áfanga handuna númeraða hnífa frá Héraðsskógum, en vinnudagurinn langur. Svona hábjargræðistíman þá getur tekst úr honum. Já, engin nótt og aðalega bara bjart allar sólarhringinn. Við byrjuðum fyrst að hafa hönd á svona bakkaplöntum 85. Þá var girt hér sér skógargerðing af áhugamennsku og setta niður í hana plöntur svona eftir tíma og getu. Það var svo kallaður ættaskógur og það var ættin sem stóð á bak við það. Hann vex jafnt og þétt en það tekur sinn tíma að plönturnar verði nytjaplöntur en nú það að gerast. Ég ætla að labba hérna suður í girðinguna. Vita hvort ég rekst þar ekki á skógarmenn sem eru að vinna við það að grisja skóginn. Þetta á sama svæði og ég gekk forðundaga innan Sauðfjörð með afa, kölluð girðing. Þarna gengum við tvisvar á dag fram og tilbaka. Nú, ég fann ekki svo mikið til þess, enda lítið þá, en seinna meir hugsaði ég til þess að þá var afi kominn fast að áttræðu. Líklega verið 78-9 ára síðasta sumari sem ég var þarna með honum að ganga innan féð. Samt minnist ég þess ekki að svo gamli hafi blásið úr nös. En við skulum ganga inn í skóginn og vita hvort við hittum þær ekki skógarmenn, frændur mína. Jæja, Sigfús, segðu mér, hvað eru þið bræður að bardúsa hér í dag? Við erum að grisja. Við erum búinir að vera hérna í grisjun eftir áramótin. Og hvað er þetta gömul tré? Þetta eru 30 ára gömul tré. Nokkurn veginn, plantað hérna 87. Það var skógargerðisættin sem að gróðursetti þessi tré í svokalluðum ættaskógi sem hér er elstur. Og nú þessi tré að verða nytjanleg. Já, það er komið fínir girðingastöðrar úr þessu núna. Hvað er þetta stórt land sem að þið eru búin að taka undir skógræktinu? Ég hef bara ekki hugmynd um það. Ég er ekki með töluna á hreinu. Þetta eru einhverjir 100-200 hektarar. Hefur hugmynd um hvað eru komnar margar plöntur niður? Nei. En þetta eru þúsundir plantna? Já, þetta eru svona milli 500 til milljón plöntur. Og það er eitt og eitt skrefið í kringum trjáræktina. Það er fyrst að planta og síðan að gefa áburð og svo að grisja. Já, þetta er svona flókið ferli og alltaf má gera betur. Já, við settum nú aðalega á föru sem við settum innan áburð. Og í mýrarnar, greni og ösp. En það var aldrei settur áburður á lerki hér. Nema alveg síðast. En nú er þetta orðið nytjaskógur. Það hefur verið eitt og eitt skrefið í kringum þetta fram að þessu. Hefur hugmynd um hvað þið eru búin að labba langt? Nei, en minnst að kosti 1-2 hringi kringum landið. Höldum við. Haldið þess ekki konir langleiðin á pólinn og jafnvel tilbaka aftur? Jú, það gæti vel verið. Minnst kosti ef að ísinn rekur ekki á mót okkur. Og eftir því sem að meira er unnið við skóginn, því meiri gæði kom út úr trjánum sem að, já, því verðmætari verður skógurinn. Það sem verður að taka núna, já, hvað nýtist þetta? Það eru fyrst og fremst girðingastöðrar.
En svo mætti kurla eitthvað, en við erum fyrst og fremst að taka girðingarstöður. Eftir 30 ár, hvað er langt í að hérna verða hugsanlega nytjaviður? Það er kannski eftir 40 ár, þá mætti hugsa sér að hér standi nytjaviður. En nefnir, þetta var gamall draumur afa þíns og af okkar að rækta skóg. Er ekki svolítið gaman og ertu ekki svolítið stoltur að því að sjá þennan gamla draum vera að rætast? Jú, þeir höfðu mikinn áhuga á þessu Gísli og Indriði í kóinu og hann var upphafsmaður að hugmyndina af þessari skógagirðingu, Indriði í kóinu. Og þessi tré eru komin til meðal annars út af því. Þeirra gamli draumur er að rætast, það eru afkomendurnir sem hafa séð til þess að það gekk upp. Já, það má segja það. Ég ætla ekki að tefja ykkur lengur, ég segi bara gangi ykkur velnafni við grísiruna. Takk fyrir það. Jæja, minn kæru, þá er komið að lokum hjá okkur í dag. Það er aðeins skárra veðri núna með kvöldinu heldur og var fyrst í morgun. En eins og þið sjáið, þá eru jólin ennþá hérna fyrir austan, bjart yfir Austfirðingum og ég tók líka eftir því í dag að það var víða flaggað. Ég eiginlega hef ekki áttað mig alveg á því hver ástæðan er fyrir því. Hvernig er verið að heiðra með því að flagga í heila stöng. Hjalti, veist þú hvað það? Nú, veistu það ekki, drengur? Þetta er löglegu flaggdagar á Austurlandi því að Gísli Sigurgeirsson frá Skógagerði á afmæli. Þá flagga allir hérna á héraðinu. Það hlaut að vera, góður Hjalti. En sem sé, þessu lokkuð í kvöld. Við sjáumst aftur hér að viku liðinni og takk fyrir góðar kveðjur. Bless á meðan.